Lakari afkomuhorfur ríkissjóðs sem tilkynnt var í dag hafa áhrif á stjórnarmyndunarviðræður, segir formaður Samfylkingarinnar. Hún er þó áfram bjartsýn. Málefnavinna fer fram í hópum með 2 fulltrúum hvers flokks. Brotthvarf Sýrlandsforseta hefur í för með sér breytt valdajafnvægi í Mið-Austurlöndum. Sérfræðingur í öryggismálum telur Rússa sem studdu Assad veika fyrir og segir það hafa þýðingu fyrir stríðið í Úkraínu. Prófessor í sagnfræði segir ljóst að NATO-ríkin telji nauðsynlegt að hafa hér mikla viðveru. Ólíklegt sé þó að bandaríski herinn sé kominn til að vera á Íslandi þrátt fyrir að umsvif hans í Keflavík hafi stóraukist á síðustu misserum. Vegagerð er hafin á Vaðöldu þar sem Landsvirkjun hyggst reisa vindorkuver. Lengd vindmylluspaða og krókóttur vegur koma í veg fyrir að hægt verði að flytja þá hefðbundna leið. Jólamessan í Akureyrarkirkju gæti orðið hátíðlegri í ár en ella gangi áætlun verktaka eftir að opna nýjar kirkjutröppur á aðfangadag. Komið þið sæl. Formaður Samfylkingarinnar er bjartsýn á að mynduð verði ný ríkisstjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins. Hún segir vanta festu í landsstjórnina og bjartsýni inn í nýtt ár og því ætli þeir ekki að draga vinnuna lengi. Nauðsynlegt sé að mynda samhenta ríkisstjórn með réttu fólki á réttum stöðum. Síðdegis í dag birti fjármálaráðuneytið nýjar tölur sem sýna lakari afkomuhorfur en spáð hafði verið næstu 5 árin vegna meiri halla á ríkissjóði í nýsamþykktum fjárlögum en gert hafði verið ráð fyrir. En þrengir þetta ykkar plan núna sem þið eru að fara eftir? Þetta breytir ákveðin tímalínu. Ekki spurning, gerir það vegna þess að við tökum því allar alvarlega og við í rauninu hugum okkur sem einn maður hvað það varðar að reyna að ná þessum halla niður sem allra fyrst. Vika er í dag síðan Kristrún Frostadóttir formaður Samfylkingarinnar fékk umboð forseta Íslands til að mynda ríkisstjórn og síðan þá hafa viðræður hennar og formanna Viðreisnar og Flokks fólksins staðið yfir. Þær viðræður hafa gengið vel hvort sem er við fundarboð eða kakódrykkju í eldhúsinu hjá Ingu Sæland líkt og helgina. En í dag hófst vinna vinnuhópa flokkanna af alvöru. 2 frá hverjum flokki fara í saumana á hinum ýmsu málaflokkum sem skipta mestu máli þegar mynda skal ríkisstjórn og sú vinna heldur áfram á morgun. Þær eru efnahagsmálin, húsnæðis- og heilbrigðismálin, svo fátt eitt sé nefnt. Ekki til að fá nákvæma útfærslu á allt, það þarf auðvitað að gera síðar meir í þingmálaskrá og inn í ráðuneytum, en til að ná utan stóru myndina og ná samstöðum það. Hefur enn sem komið strandað á einhverja? Við höfum rætt auðvitað ýmislegt það sem eru skipta skoðanir. Ég held að það liggur í hlutarins eðlið að við erum í 3 flokkum af ástæðu. En við erum allar mjög lausnamiðaðar, við erum meðvitaðar stóru myndina að finna sameiginlega fleti og við erum að ná lendingu mjög víða. Þannig að við höfum getað að tala okkur í gegnum allt flest. Kristrún er bjartsýn á gang mála á sig í markmiðið að enda með ríkisstjórn en verður það fyrir jól eða áramót. Við erum allavega meðvitaðar þessi hópur að landið þarf ákveðna festu, það þarf ákveðna líka, bjartsýni inn í nýtt ár og tökum það bara alvarlega að vera ekkert að hanga allt lengi í þessu máli, þess vegna við unnið þétt og vandlega, en við þurfum auðvitað bara að flýta okkur hægt og gera þetta almennilega. Ráðuneytaskipti og fækkun ráðuneyta verði rædd á næstu dögum. Við erum bara líka samstiga það að ef við förum í það að mynda þessa ríkisstjórn, að það sé samhent ríkisstjórn og það sé rétt fólk á réttum stöðum. Landskjörstjórn kom saman í morgun til að úthluta þingsætum á grundvelli kosningaúrslita í kjördæmum eftir alþingiskosningarnar sem fóru fram þann 30. nóvember síðastliðinn. Alþingi hefur lokað orðið listana. Aðstoðarumboðsmaður Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi skilaði inn athugasemdum fyrir hönd framboðsins. Hann sagði meðal annars að 89 atkvæði vantaði og að hugsanlega hefði 17 atkvæði dagað uppi hjá landskjörstjórn en Kristín Edvald þvertók fyrir það. Já, þetta er allt samkvæmt hefðum og reglum og gildandi lögum og stjórnarskrá. Hafa ykkur borist margar kærur varðandi framkvæmd kosningana? Kærufrestur er að hefjast núna eftir að þessi niðurstaða úthlutun þingsætanna verði birt núna í dag, þannig að þá hefst 7 daga kærufresturinn. Og þá til Sýrlands, þar sem ríkið enn að setjast eftir viðburðaríka daga. Minnisvarðar liðna tíma rifnu niður og nýjir fánar blakta. Valdajafnvægi milli ríkja í Mið-Austurlöndum geti gjörbreyst nú þegar Assad Sýrlandsforseti er horfinn á braut og alþjóða stjórnmálafræðingur segir vendingarnar sýna fram á veika stöðu Rússa og Írana. Þeir gátu ekki komið Assad, bandamanni sínum, til margra ára til bjargar.
Leiðtogi uppreisnarmanna fundaði í dag með forsætisráðherranum framtíðarstjórnskipan landsins og von ríkir farsæla niðurstöðu. Á meðan héldu Sýrlendingar áfram að leita ástvina í fangelsum landsins. Mikil óvissa ríkir enn framtíð Sýrlands en lítum á 3 sviðsmyndir. Númer 1. Valdatakan heppnast vel. Leiðtogi uppreisnarmanna nær að halda friðinn og komið á fót lýðræði eða í það minnsta stjórnskipan þar sem völdum dreift víðar en bara á hendur eins einræðisherra. Vonandi að sigurvegarinn verði almenningur í Sýrlandi sem hefur mátt þola mjög mikið. Númer 2. Valdatakan heppnast en leiðtogi uppreisnarmanna sölsa til sín mestöll völd og gerir sig að hæstaráðanda í Sýrlandi. Og 3. og versta sviðsmyndin. Valdatakan misheppnast, sameinaðar vígasveitir uppreisnarmanna byrja að berjast innbyrðis og blóðug borgarastyrjöld í Sýrlandi heldur áfram. Það versta sem getur gerst er borgarastríð í Sýrlandi. En ógerningur að segja hvort einhver þessara spádóma rætist og hver þá helst. En nýleg dæmi úr sögunni gefa kannski ekki mikið tilefni til bjartsýni. Þegar Saddam Hussein var steypt af stóli í Írak 2003 var til valdatóm í landinu sem hafði slæmar afleiðingar fyrir íbúa landsins. Eins blossuðu upp mikil átök í Líbíu árið 2011 þegar einræðisherranum Muammar Gaddafi var steypt af stóli. Ertu bjartsýnn að þetta endi vel eða erum við að fara að sjá aftur Líbíu eða Írak? Sko, þetta er náttúrulega bara svo skammt liðið frá því að Assad-stjórnin féll. Þannig að ég held að megin einkenni núna sé óvissa. Óvissa fyrirætlan sigurvegarana, þessara svokölluðu HTS-samtaka sem stefna að Íslamsku ríki, en það eru fleiri hópar í Sýrlandi, þannig að það er líka óvissa viðbrögð þeirra. Reyndar hafa HTS-samtökin gefið í skyn að þau vilji frið við þessa hópa og ekki steypa landinu í óstöðuleika. Albert segir að fall Assads hafi mikla þýðingu fyrir Evrópu, enda sýnir það fram á veikari stöðu Rússlands. Hann telur að dregið geti til tíðinda. Rússar hófu hernaðaríhlutun í Sýrlandi 2015 fyrir hönd Assads í borgarastríðinu sem þá var hafið í Sýrlandi. En líka til að koma Rússlandi á lappir sem stórveldi, það var líka tilgangurinn. Nú er þetta allt í rúst fyrir Rússa og Úkraínustríðið hefur þetta leitt í ljós mjög berlega, veikleika Rússlands. Vonandi verður þetta til þess að greiða götu samninga vopnahlé og frið, varanlegan og réttlátan frið í Úkraínu sem að samningar sem væntingar eru að hefjist á næstu mánuðum, jafnvel vikum. Oddur, tíðindi koma frá Sýrlandi núna í stríðum straumum. Hvað hefur verið að gerast í dag? Já, svona kannski stærstu tíðindin eru þau að ísraelskir hermenn hafa farið inn fyrir landamæri Sýrlands við Gólanhæðir og Gólanhæðir er svæði sem að Ísraelar hertóku fyrir nokkrum áratugum og bæði Ísraelar og Sýrlendingar gera tilkall til. Ísraelar segja þetta sem mikilvægt svæði fyrir þá hernaðarlega til þess að geta varist árásum þá úr austri. Og nú þegar að staðan er orðin svona tvísýn í Sýrlandi þá kannski vilja þeir hafa vaðið fyrir neðan sig hvað það varðar. En þetta er kannski örlítil stigmögnun þegar þarna eru hermenn að fara yfir landamæri annars ríkis. En það er mikil óánægja með þetta eins og til dæmis sem kemur frá Tyrklandsforseta. Já, hann hefur verið svona hávarastur í sinni gagnrýni en svo hafa líka bara aðrir leiðtogar, þjóðarleiðtogar í Miðausturlöndunum og Arabaheiminum gagnrýnt Ísraela mjög og sakað þá að nýta ástandið í Sýrlandi til eigin ávinnings og til þess að færa út sínar landtökubyggðir og til dæmis á Gólanhæðum og ef við sjáum bara kortið hérna aftur að þá vilja hvorki Ísraelar né Tyrkir hafa þessa ólgu í Sýrlandi, eiginlega í bakarunum hjá sér og allra síst Tyrkir af því að fyrir Tyrklandsforseta þá eru þessir uppreisnarmenn sem að náðu völdum í Sýrlandi, þetta eru hans menn, hann studdi þá. Og hann vil væntanlega þeir bara haldi völdum og það friðsamlega og það kannski gefur hún líka tækifæri til þess að ráðast til allu gegn fjendum sínum Kúrdum sem að halda til í norðausturhluta Sýrlands. Nákvæmlega, en nú er búið að skipa nýjan forsætisráðherra í Sýrlandi? Já, það er maður sem heitir Omar al-Bashir, Mohammed al-Bashir og það er maður sem er svona lítt þekktur, hann var eins konar landstjóri í Idlib-héraði í norðurhluta Sýrlands þar sem að uppreisnarmenn höfðu tögl og haldir langa hríð og þaðan sem að leiftur sókn þeirra gegn stjórnarherra Assads var gerð og hann mun svona sjá stofnanir ríkisins og ráðuneyti landsins þar til í mars á næsta ári og eftir það þá veitum við svo sem ekkert hvað gerist.
Nákvæmlega, en Oddur, takk fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur. Þetta verður daglegt brauð næstu daga. Og við snúum okkur að öðrum. Prófessor í sagnfræði telur viðveru bandaríska hersins hér á landi ekki til langs tíma. Framkvæmdirnar á varnarsvæðinu í Keflavík sé hluti af því að Íslendingar uppfylli skyldur sínar við NATO. Það er mín svona tilfinning að þetta sé svona ákveðin átt og Íslendingar sé að sína lit. Í kvöldfréttum sjónvarps í gær var fjallað uppbyggingu og aukin umsvif Bandaríkjahers á varnarsvæðinu í Keflavík. Þar hafa þegar verið reist ný fjölbýlishús en 300 til 400 hermenn dvelja nú innan varnarsvæðisins á hverjum tíma. Flughlöð hafa verið stækkuð umtalsvert og 390 metra langur viðlegukantur í Helguvík í bígerð svo að stærstu herskip NATO geti lagt þar að. Þá verða eldsneytistankar stækkaðir og birgðargeymslur fyrir flugvallabúnað og stjórnstöðvar fyrir kafbátaeftirlit byggðar. Framkvæmdirnar eru fjölmargar og hlaupa á tugum milljarða króna. NATO borgar brúsann að mestu en íslenska ríkið tekur þátt að hluta til. Það hefur verið mikið þrýstingur á bandalagsþjóðirnar, sérstaklega frá því að Trump kom til valda, en það er kannski frekar Putin sem hefur þrýst á það að bandalagsríkin uppfylli þau skilyrði sem sett voru, samkomulag sem þau gerir sín á milli, að þau eyði 2% af vergri þjóðarframleiðslu í sín varnarmál. Íslendingar hafa ekki gert það, en okkar framlag til þessa samstarfs til NATO hefur verið það að leggja hér til land og það er greinilegt að nú meta bandalagsþjóðir okkar það þannig að það sé meiri ógn, það er meiri hætta á átökum heldur en verið hefur og þess vegna telja þau að það sé þarf meiri viðbúnaði. Guðmundur segir uppbygginguna ekki koma óvart í ljósi flókinnar stöðu í alþjóðamálum. Þó að Bandaríkjamenn hafi farið hérna 2006 að þá er svona þetta varnarsamstarf og varnarsamningur að þá í gildi. Bandaríkjamenn hafa skuldbundið sig til þess að verja Ísland og þannig að það er alveg ljóst að ef að það er þannig og það mat er rétt að það sé meiri svona hætta á stríðsátökum þá verður þetta áfram. En herinn pakkar leið og þeir telja að það sé ekki þörf á honum vegna þess að þetta kostar peninga og það er enginn sem kastar slíkum peningum á glæ án þess að hann eða hún telji að það sé þörf á því. Unnið verður í allan vetur við að leggja rúmlega 20 kílómetra af vegum og sinna annar í jarðinu vegna uppsetningar á vindmyllum á Vaðöldu fyrir ofan Búrfellsvirkjun. Snúið verður að koma vindmylluspöðum á staðinn. Jarðlög þar sem vindmyllunar verða reistar voru könnuð í sumar. Hér sjást útlínur svæðisins og vegir sem þarf að leggja allt í kring. Vinna við veglagningu hófst á dögunum og Borgarvirki sér framkvæmdina. Það gengur bara vel. Bara býð eftir leyfum með námur og svoleiðis. Það gengur bara vel. Og það verður ekkert slegið af þótt veður geti verið válynd á hálendinu. Já, ætlum að reyna það, stefna það að reyna að vinna hérna alla vetur. Bara hver með einu degi helst. Til stendur að klára þessa vinnu í maí. Það er ekkert erfitt að telja menn á að vinna hér á reginfjöllum yfir vetur. Nei, það var bara mikil eftirspurn að komast hingað. Það gengur bara mjög vel og mikil og góður hópur. Vindmyllu spaðar eru engin smá smíði og það þarf að fara krókaleiðir til að koma þeim í áfangastað. Líklegast er að aka þurfi landveg. Vegurinn uppi í Vaðöldu er með bundnu slitlægi og prýðilegur og greiðfær. En á honum eru nokkrar krappar beygjur eins og þessi hérna fyrir aftan mig. Og þær eru vandamál. Það þarf tiltölulega slétta vegi og við mögulega þurfum að víkka einhverja beygjur, radíus og annað en það er í athugun með vegagerðinni hvaða framkvæmdir þarf að fara í. Heldur að þurfa að taka af einhver ringtorg? Það verður bara að koma í ljós. Útboð vegna byggingar á undirstöðum verða skömmu eftir jól. Það er áætlað 600 rúmmetrar af steypu í einu undirstöðu. Það verða hins vegar ekki sýnilegar, verða undir mikið til neðanjarðar. Þannig það sem verður sýnilegt verða turnarnir og blöðin. Heitavatnsleit stendur yfir í Vopnafirði og heldur brátt áfram á Djúpavogi og nýtur þess að fyrsta jarðborunarfyrirtæki Austfirðinga er tekið til starfa. Nóg er að gera hjá borbræðrum sem segja koma á óvart hve víða vantar öruggt neysluvatn. Í Selárdal í Vopnafirði eru borbræður að störfum fyrir Vopnafjarðarhrepp sem fekk styrk úr orkusjóði til jarðhitaleitar. Þeir eru komnir niður á 300 metra dýpi og búnir að finna 30 til 40 gráða heitt vatn.
sem frussast út rörið ásamt lofti og borsvarfi. Árangurinn bara nokkuð góður. Við erum búin að finna svona töluvert af heitu vatni. Ekki nógu heitt, en hitastig í holunni og gefur góða vísbendingur að það sé hægt að finna eitthvað meira hérna á svæðinu. Vatnsleitin í Vopnafirði miðar að því að tryggja sundlaugin í Selárdal meira vatn og jafnvel finna vísbendingar heitt vatn fyrir þorpið á Vopnafirði. Mikil eftirspurnir eftir þjónustu borbræðra enda hefur hingað til þurft að flytja bora til Austurlands úr öðrum landslutum með tilkostnaði og töfum. Það bara hægt að fá borun í Hvelli, það þarf ekki að bíða í 2 ár eftir einhverju mæti á svæði og náttúrulega það þarf ekki að flytja tækin á sunnan og mannskapin. Þegar borun lýkur á Vopnafirði eru áformum að flytja borin til Djúpavogs, bora þar 2 viðbótarholur og freista þess að hitaveituvæða þorpið, en borin Blámi getur komist niður á 700 metra dýpi. Mikill kostur að hafa borþjónustu í kallfæri og borbræður bora líka eftir köldu neysluvatni. Víða þarf að leysa af hólmi ótraust yfirborðsvatnsból og því nóg að gera. Það eru veitufyrirtækin og bændur og náttúrulega töluvert af farðiþjónustu sem komið í sveitirnar og margir eru bara í býsna vondum málum með vatn. Maður vil ekki átta sig ekki á því fyrir maður byrjaði að bora hvað er mikil vöntun á góðu vatni. Samtök þeirra sem liðu af kjarnorkusprengjur í Japan í seinni heimsstyrjöldinni tóku við friðarverðlaunum Nóbels í Ósló í dag. Einn eftirlifanda krafðist þess að stjórnvöld stefndu að kjarnorkulausum heimi. Samtökin Nihon Hidankyo hlutu verðlaunin fyrir þrotlausa baráttu gegn gereyðingarvopnum og nýta til þess frásagnir þeirra sem lifðu af kjarnorkusprengjurnar í Hiroshima og Nagasaki árið 1945. Þetta tilefni var nýtt til að vekja frekari athygli á málstaðnum. Meðal annars afhentu 30 Japanir, norskum þingmönnum og almenningi pappírsmyndir. 3 eftirlifendur kjarnorkusprengjana í Japan veittu verðlaununum viðtöku í Ósló. Einn þeirra benti á að umræða notkun þeirra hefur ekki verið meiri í langan tíma. 核兵器を使うことが軽く語られるような時代になったということは大変私どもにとっては遺憾なんですね。ある種悲しい思いがいたします。 Hann hvatti til að notkun vopnana yrði hætt. Í sama streng tóku eftirlifendur sem komu saman í Hiroshima í dag af þessu tilefni. 二度とね、そういうことが起きないように、本当の意味のね、世界平和がやってくる。そのことだけが彼ら彼女たちをね、安らかな眠りにつかせてあげることのできる唯一のことだと思っておりますよ。 Stefnt er á að Akureyringar geti gengið upp spánnýjar kirkjutröppur Akureyrarkirkju á leið í jólamessuna. Ýmsar tafir hafa orðið á viðgerðinni sem meðal annars má rekja til sofandi hótelgesta, jarðarfara og kuldalegs síðumars. Kirkjutröppurnar hérna við Akureyrarkirkju hafa verið lokaðar gestum og gangandi frá því byrjun sumars í fyrra. Þá stóð til að framkvæmd lyki strax haustið sem svo tafðist aðeins fram á vorið. Og svo í sumar var það gefið út að þær yrðu tilbúnar í haust, en eins og sjá má þá eru þær enn á huldu. Böðvar Þórir Kristjánsson, byggingastjóri verkefnisins, segir ýmsar áskoranir hafa fylgt viðgerðarvinnunni. Til að mynda séu tröppurnar upp við hótel sem þýðir að vinna, sem vanalega væri að hefjast 7, hefst ekki fyrir milli 8 og 10. Svo hafa verið jarðarfarir og svona hérna eftir hádegi, þannig að það hefur líka stoppað, þannig að þetta er svona við tekið þetta í hlýðu. Þá hafi veður einnig átt sinn þátt í töfunum sem og tilheyrandi bið vegna steypuvinnu í vor sem setti mest alla framkvæmda vinnu á biði við sumatíman. Bara leið og voru búin steypu hérna, þá áttu við að flísaleggja ofan á steypuna. Þá benti múrarinn okkur á að það þyrfti 4 til 5 mánuði steypan að þorna áður en að hann geti byrjað að múra. Starfsmenn Akureyrarkirkju taka viðgerðarvinnunni af miklu æðruleysi og láta það ekki trufla sig þó vinnan hafi dregist á langinn. Maður finnur það náttúrulega að það er skrítið að sjá ekki fólk ganga hérna upp kirkjutröppurnar og það sem kannski maður er mest fundið er að fólk er bara mikið að spyrja og það gleður okkur og þetta er náttúrulega bara Akureyrarkirkja tákn bæjarins. Hvort sem það eru flutta fréttir af fíkniefnasölu eða íbúafjölda nýjum þá er mynd á Akureyrarkirkju. Hildur segir einnig jákvætt fyrir verslun og þjónustu í Gilinu að fólk hafi í auknum mæli lagt leið sína þar upp á meðan tröppurnar eru lokaðar. En hvenær mega bæjarbúar reikna með að taka jómfrúa skrefin upp nýju tröppurnar? Eftir að við fundum takt í flísalögninni
að þá höfum við stemt á að það sé hægt að labba upp tröppurnar í jólamessuna kl. 6 aðfangadag. Það verður ekkert kastljós í kvöld því torgið er á dagskrá á eftir. Hvað ætlið að ræða þessu sinni, Baldvin Þór og Sigríður? Já, við ætlum að tala tilfinningar á torginu í kvöld, hvorki meira en minna. Einmannaleiki er sem sagt umfjöllunarefni þáttarins. Já, hvaða tilfinning er þetta og af hverju segjast sífellt fleiri vera einmanna? Þetta á ekki hvað síst við ungt fólk og þá sem eiga erfitt með að ná endum saman. Fáum til okkur hópa fólki úr öllum áttum til að ræða þetta, heyrum reynslusögur og síðast en ekki síst þá ætlum við að tala lausnir. Já, ekki missa torginu, ég rétt og eftir. Svo sannlega gerum við það ekki. Takk fyrir það, Baldvin Þór og Sigríður. En við lítum hins vegar eins og alltaf á þessum tíma til veðurs. Það er vaxandi suðaustan 10 til 18 metrar á sekúndu með slyddu og síðan rigningu í nótt og í fyrramálið. Fyrst sunnanvert landið, en það verður úrkomu minna norðaustanlands. Hlýnandi veður, hiti verður 2 til 9 stig seint á morgun. Hægari vindur og skúrir á suður- og vesturlandi annað kvöld. En það er Óli Þór Árnason veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. Heimsmeistaramótið í 25 metra laug í sundi hófst í Búdapest í Ungverjalandi í morgun. 5 íslenskir keppendur kepptu strax á fyrsta keppnisdegi. Evrópumótið í handbolta hélt áfram að rúlla í dag en það skýrist á morgun hvaða lið leika til undanúrslita. Og við hittum fyrsta íslenska listskautaparið sem undirbýr sig nú fyrir Evrópumótið sem hefst eftir 3 mánuði. Íþróttir hér eftir skamma stund. Og þá verðum við upp helstu atriði fréttatímans. Lakari afkomuhorfur ríkissjóðs sem tilkynnt var í dag hafa áhrif á stjórnarmyndunarviðræður segir formaður Samfylkingarinnar. Hún er þó áfram bjartsýn. Málefnavinna fer fram í hópum með 2 fulltrúum hvers flokks. Brotthvarf Sýrlands forseta hefur í för með sér breytt valdajafnvægi í Mið-Austurlöndum. Sérfræðingur í öryggismálum til Rússa sem studdu Assad veika fyrir og segir það hafa þýðingu fyrir stríðið í Úkraínu. Prófessor í sagnfræði segir ljóst að NATO-ríkin telji nauðsynlegt að hafa hér mikla viðveru. Ólíklegt sé þó að bandaríski herinn sé kominn til að vera á Íslandi þrátt fyrir að umsvif hans í Keflavík hafi stóraukist á síðustu misserum. Vegagerð er hafin á Vaðöldu þar sem Landsvirkjun hyggst reisa vindorkuver. Lengd vindmylluspaða og krókóttur vegur koma í veg fyrir að hægt verði að flytja þá hefðbundna leið. Jólamessan í Akureyrarkirkju gæti orðið hátíðlegri í ár en ella gangi áætlun verktaka eftir að opna nýjar kirkjutröppur á aðfangadag. Þessum fréttatíma er að ljúka og það koma að fréttum og íþróttum og veðri og svo er það torgið sem hefst klukkan 19:40. Næstu fréttatímar er í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.